En við ætlum að duglega að slá að þráðin land allt, svona meira að vinna minna svona eins og við mögulega getum, en hann kom inn á línuna hjá mér, Davíð Rúnar Gunnarsson. Hann einn af stjórnendum einnar með öllu á Akureyri. Góðan og blessaðan daginn. Já, góðan daginn. Það verið fjörið heldur betur fyrir norðan núna komandi helgi. Já, það margt í pípunum. Við erum náttúrulega með eina með öllu inn í Vesturlandshelgina og svo erum við með landsmót UMFÍ og líka landsmót UMFÍ líka á Akureyri helgina, þannig að við erum að fara að stefna hérna í sennilega bara stærstu helgi sem að haldin hefur verið á Akureyri bara í langa tíma. Hvernig gengur hjá okkur að taka móti allir þessum fjölda sem að vonir á? Sko, við erum nú bjartsýnir hérna fyrir norðan, sko, bærin búin að setja upp nýtt tjaldstæði uppi á svæði bílaklúbsins og leiðinu upp í skíðahótel. Já. Og þar erum við að gera ráð fyrir við getum tekið við svona 10.000 manns bara þar fyrir landsmótið og svo náttúrulega erum við með alveg gríðarlega stór tjaldstæði hérna frá á Hömrum og líka hérna niður í bæ, þannig að þetta verður ekki stór mál. Það líka út í skógi, eða ekki? Jú, út á Hömrum í Kjarnaskógi. Já, nákvæmlega. Já. En það er náttúrulega gert ráð fyrir því að þetta nýja tjaldsvæði sé þannig að sé fyrir úlingalandsmótsgesti, eða ekki? Jú. Þannig að þetta er svo sem að vera nóg pláss fyrir alla aðra líka sem ætla að koma og njóta að vera hjá okkur. Algjörlega, sko, upp á landsmótinu er búið að setja upp hérna risastórt tjald fyrir kvöldaskrá og fyrir krakkarna og fjölskyldunar, þannig að þau eru þar að skemmta sér og svo endar þetta á sameiginlegu kvöldi á sparitónleikum á sunnudagskvöldinu. Já. Með flugeldasýningu og öllu og þar gerum við ráð fyrir sennilega stærstu tónleikum sem hafa haldið vera á landinu, gert ráð fyrir allt upp í 30.000 manns þar. Já, sæll. Já. Það er stór hópur. Úti tónleikar. Þetta byrjar nú samt allt hjá okkur á fimmtudag eða morgun. Já. Það er fyrir að líða hrætt á vikuna. Það er fyrir að líða hrætt á vikuna og ég horfi nú bara út um gluggann hérna niður í bæ. Ég er með skrifstof hérna niður í bæ. Hér eru 2 tífólí að stilla upp og hér eru vatnaboltar og klessuboltar og hoppudínur og hoppukastalar og ég veit ekki hvað að rísa hér út um alla bæ, sko. Og þetta verður alveg gríðalegt, sko. Gríðalega stór helgi. En svo eru tónleikarna morgun sem að vera nú sjónvarpabeint líka á N4. Tónleikarnir 50-dagsfílingurinn hjá N4 hérna sjónvarsstöð. Þar getur við hort á þetta bara heim í stofu eða mettastæðin og það er haldið í skátagilinu sem við köllum það hérna niður á Ráðstorgi. Og það hefur verið gríðalega skemmtilegir og vinsælir tónleikar í gegnum tíðina og særlega margir mætt til að sjá. Já, ég hef nú fylgst með þessu sjónvarpinu síðust árin og þetta hafa verið mjög skemmtilegir tónleikar. Já, algjörlega, sko. Þannig að það er nú, og svo þá er það bara svona setningin og byrjunin og svo eru tónleikar aftur niður á Ráðhústorg, að færu við svið inn á Ráðhústorg og þá byrja á föstudagskvöld er það stór tónleikar og aftur á laugardag og laugardagskvöld og svo færist svið eins og ég segi yfir á flötinu fyrir neðan samkomuhúsið, fyrir neðan leikhúsið. Já. Og þar eru þessi stóru risa tónleikar, loka tónleikar þetta möllur, sko, og loka kvöldir unni því líka. En það eru í rauninni tónleikar sem sagt niður á Ráðhústorgi sem sagt á föstudagskvöld frá klukkan 8 til miðnættis. Já. Og svo er nú dagskráð á sviði líka laugardeginum, sá ég. Já, þá ætlum við að keyra meira svona fyrir krakkana. Já. Við erum með, það er Einar Mikael Töframaður og Sveppavilli og hvað heitir þetta nú allt saman, sérst alveg Páll endar það svo. Já. Og það er mikil og stór dagskrá fyrir svona, við kallum þetta börnin í bæinn og að bara smala öllum krökkum í bæinn og hafa gaman saman. En svo eru líka 2 böll helgina sem eru nú kannski fyrir þá sem eru, ég ætla nú ekki að segja þá sem eldri eru, þá alveg stimplaði mér, ég veit ekki hvað, sko, við erum að tala Dynheimaböllin, en samt 35 plus. Sko á föstudagskvöldinu erum við með Dynheimaball sem er fyrir 25 ára og eldri, það er svona 90s tímabili tekið fyrir. Já. Og það hefur verið að svona stimplað sér vel inn í landan, sko, og stækkar með hverju árinu og haldið bara einu svona ári. Og svo erum við með stóra Dynheimaballi okkar sem er 35 ára aldstammark inn á og þá er þetta bara spurningum að pússa gervitennurnar og setja þér upp þessu og kíkja ball, sko. Ég hef nú séð myndir af ykkur félögunum inn á fésbókinni. Búin að klæða ykkur í kjóla og einhver skemmtilegheit. Akkurat, sko. Verður það bleiki kjólinn í ár líka eða?
Hvernig verður þetta? Við förum all in í þessu sko. Þetta eru rosalega skemmtileg böll sko. Þetta svona bara reunion bara, og fólk mikið að fólk sé að koma bara sína einu ferð til Akureyrar sko, brottflutnir og svo leið sko, til að koma til Akureyrar að vera á Vesturmannahelginu og enda á Dynheimaballi sko. Þarna hittast allir og ofta alveg rosalega skemmtileg endurfundir sko. Hefur þetta verið þannig áður að það hafi verið 2 Dynheimaböll? Já, við byrjum á þessu fyrir 3 árum. Þetta í þriðaskipti sem við erum með þetta 90s ball. Það voru miklu óanöður allir í yngra fólkinu, þú veist. Hvaða disk og bull þetta alltaf? Við viljum fá 90s hérna, sko. Þannig að við ákveðum bara að skella því inn með líka og þetta mjög skemmtilegt, sko. Ég sá þetta að Dúndufréttir að spila á 50-deginum á Græna hattinum og svo Eyþór Ingi líka að spila hann á Kaffi Amor. Já, og svo Dúndufréttir aftur á föstudeginum á Græna og Maus svo að koma saman og á sunnudagskvöldinu á Græna. Og Páll Óskar í Sjallanum fyrir yngra lið á laugardeginum og svo Amabadama og Úlfur í Sjallanum á sunnudeginum. Já. Þannig að það alveg fellega mikið í gangi. Þannig að þetta alveg hörku dagskrá sem að framöndan hjá okkur helgina? Já, alveg gjörsamlega sko. Ég held að sé að við getum alveg slegið það fast, Davíð, að þetta verður stærsta helgin held ég hjá ykkur á Akureyri. Með þetta tvennt í gangi? Nú erum við bara að bíða til veðurguðina sko, það búið að vera þurrt og frábært og sól og sumar alla vikuna sko, þó að sé búið að spá rigningu. Og það er alltaf búið að rigna sko á okkur alveg fyrir næstu 20 árin nú í sumar sko. Þannig að við erum nú bjartsýn sko. Það ekki, jú, við erum að vera það er nú bara þannig. Þó að sólinn skín ekki, þá er nú svona skemmtilega kannski að sé þurrt. Algjörlega sko. Algjörlega. En bestu kveðið norður, ég hlakka til að sjá áframhaldandi myndir af ykkur fjörlegunum sem eru þið í rauninni að skipuleggja Dynheimaböllin á fjörsbókinni. Það er bara þannig sko. Beðið helsónum Pétri frænda mínum. Já, ég skal skila því. Það er gott hérna. Góða kveðið norður. Takk. Já, bless.